Lokað varð afmörkuðu svæði við Hellisheiðarvirkjun í dag þegar brennisteinsvetni í lofti fór upp fyrir viðmiðunarmörk. Umhverfisráðuneytið kannar hvort setja þurfi reglur brennisteinsmengun. Áhrif brennisteinsmengunar við Hellisheiðarvirkjun voru vanmetin í umhverfismati, segir sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun. Verið sé að kanna hjá Umhverfisráðuneytinu hvort setja þurfi viðmiðunarmörk fyrir slíka mengun. Útblástur brennisteinsvetnis hefur aukist mikið eftir að Hellisheiðarvirkjun var tekin í notkun. Sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun segir að mengunin hafi hugsanlega valdið mosaskemmdum og tæringu á raflínum. Mengunin hafi verið vanmetin í umhverfismati sem var gert á sínum tíma. Ég held að maður segja að þar hafi menn vanmetið áhrifin af losun brennisteinsvetnis. Hann segir að í matinu komið fram að við ákveðnar aðstæður megi búast við að brennisteinslykt finnist á virkjunarsvæðinu. Raunin hafi hins vegar orðið önnur. Reynsla að rekstri Hellisheiðarvirkjunar hefur náttúrulega sýnt það að virkjunin finnst, eða sem lyktin finnst víða bara höfuðborgarsvæðið. Þorsteinn segir að setja þurfi viðmiðunarreglur hér á landi vegna útblástus brennisteinsvetnis. Umhverfisráðuneytið hefur verið að skoða það undanfarið að setja viðmiðunarmörk inn í íslenskar reglugerðir. 50 borholur á svæðinu en útblástur virkra hola fer í gegnum kælivatnsturna. Orkuveita Reykjavíkur fyrirhugar í samvinnu við heilbrigðiseftirlitið að koma á símælingum í Hveragerði, í austurbyggðum Reykjavíkur og hér á sjálfu virkjunarsvæðinu þar sem rignir bæði eldi og brennisteini í dag. Starfsmenn Orkuveitunar mæla reglulega magn brennisteinsvetnis í andrúmsloftinu en með símælingum verða slíkar mælingar nákvæmari. Óvenju mikil brennisteinsmengun var við Hellisheiðarvirkjun í dag og takmarkasvæði við virkjunina var lokað. Við reyndar erum með ákveðin viðmiðunargildi hérna sem að þetta fer yfir og þá lokum við því svæði fyrir vinnu og þannig það í dag þar. Orkuveita Reykjavíkur gerir nú tilraunir til að hreinsa brennisteinsvetni úr útblæstri virkjana sinna. Talið er að auknar bilanir í tækjabúnaði á höfuðborgarsvæðinu sé að hluta til vegna brennisteinsmengunar. Bilanir eru miklu sjaldgæfari á svæðum þar sem slík mengun er ekki. Eftir að Hellisheiðarvirkjun var tekin í gagnið hefur brennisteinsvetni aukist í andrúmslofti. Umhverfisráðuneytið kannar nú hvort setja eigi viðmiðunarmörk fyrir slíka mengun hér á landi. Brennisteinsvetni myndar nýtt efnasamband þegar það kemst í snertingu við silfur, þannig að það fellur á málminn. Í ýmsum tækjabúnaði má finna silfursnertur sem fellur á. Þegar það gerist geta tækin bilað. Tæknimenn hjá Ríkisútvarpinu telja að slíkt hafi gerst í tækjum hjá sér. Já, þetta eru mest silfursnertur sem er að angra okkur. Og það er að falla á þetta nokkuð fljótt. Þetta er stór hluti af bilunum sem er til dæmis í hljóðbúnaði sem er út af braki og út eftir miljóði og annað sem tengist þessu sko. Rafeindavirkjar á verkstæðinu segja að bilanir í hljóðbúnaði séu mun meiri nú en áður fyrr. Samskonar bilanir séu mun sjaldgæfar á svæðisstöðum þar sem brennisteinsmengun sé lítil sem engin. Svona geti hljóðbúnaðurinn hljómað þegar fallið hefur á silfursnertur í honum eða brak og brestir. Hljóðmaður segir að austanáttin geti verið slæm fyrir hljóðvinnslu. Það má kannski frekar segja að þetta fari eftir vindátt. Þannig að austanáttin frá Hellisheiðinni býður upp á verri daga hjá okkur í vinnunni heldur en aðra daga. Já, ef þetta hefur þessi áhrif á þennan búnað sem er hér, þá myndi ég skoða vel og vandlega þann búnað sem er út allan bæ.